Sú sem hér spilar svo fallega á orgelið í Hvammstangakirkju Pálína Fanney Skúladóttir, organisti, kórstjóri, grunnskólakennari, kundalíni jógakennari, jurtalitari, en þessi kona líka mammans Ásgeirs Trausta, tónlistamanns. Já, þessi fallegu tónar úr orgelinu hér í Hvammstangakirkju, þau kalluðu hreinlega á mig. Hér ræður þú ríkjum yfir tónlistinni, það ekki rétt? Jú, það rétt. Hvað ertu búin að gera lengi? Síðan 2005. Haustið 2005 byrjaði ég hérna sem organisti. Hvar hafðirðu verið áður? Ég var áður og enn organist á Melstað í Miðfirði. Og ég var búin að vera í fleiri sveitakirkjum hérna á þessu svæði. Og svo fækkaði ég þeim aðeins til ég tók við þessu hérna. Þú ert líka að stýra kórnum hér? Já, kór hér og kór á Melstað. Já, þannig að það nóg að gera í tónlistinni hjá þér? Já. Það hér saman Ásgeir Trausti sonurinn, var hann hér á bekknum með þér eitthvað? Nei, það var meir út í Hrísey. Já, þeir varst þar. Já, við áttum heima þar í 6 ár. Já, en það heyrist hvaðan tónlistin kemur inn í þann dreng, eða hvað? Já, hann allavega opinn fyrir allri tónlist. Já. Já, hann svona alveg getað hlustað á hvað sem og einhvern veginn, já, farið inn í klassíska og alls konar tónlist. En þinn bakgrunnur í tónlist, hver hann? Það bara, ég byrjaði ég var nú orðin 13 ára þegar ég byrjaði að læra. Og það var þegar ég var í grunnskóla á Hallormsstað. Ég semst austan af Héraði. Já, hvar ertu fædd? Lynghóli í Skriðdal. Já. Og var í heimavistaskóla á Hallormsstað og byrjaði ung þar? Já. Hvað varstu gömul þá? Ég var 7 ára þegar þetta gista í skólanum. Já. Og tónlistin greinilega alveg þér í blóðborin? Já, ég fór svona beint inn í kirkjutónlistinni þegar það var hægt. Var líka að syngja í kirkjukór og fór svo á tónlistabraut á Akranesi til að komast einhversstaðar á tónlistabrauti, það var ekki fyrir austan. Og var þar í kirkjukórni líka og tók kannski meira þátt í því félagslífi heldur en því sem var að gerast í fjölbrautaskólanum. Já. En svo komstu, og ertu búin að vera víðar fyrir sunnan þá eða? Já, svo var ég aðeins í Reykjavík og var í tónlistaskóla Kópavogs. Og fór svo til Svíþjóðar, var í 2 ár og var þar hjá kennara og í kirkjutónlistarnámi. Já. En þú ert líka kennari? Já, svo ég grunnskólakennari. En það ekkert langt síðan að ég kláraði það nám. Ég var alltaf að kenna svona aðeins með og ákvað svo að fara í fjarnám þegar það bauðst. Og kláraði það bara 2004. Og þú ert að kenna fyrsta bekk? Já. En ég sá þú kennir þeim jóga líka, þannig ertu líka jógakennari? Já, ég kláraði jógakennaranám núna í október. Og ég það á svolítið mikið hug minn núna. Ég bara rétt að byrja að prófa með þess áfram í því og bara gert mjög lítið í einu. Þeim finnst þetta mjög spennandi og skemmtilegt. Það sem við höfum gert. Finnst þér þetta ná til þér að þau róist? Já, já. Og bara svona litlar hugleiðslur að loka augunum og að það virðist alveg virka, sko. Já. Nota kerti og svona, það bara kerti út af fyrir sig virkar sterkt. Glitrar nætur dag og gengið far með henni grát. En segðu mér aðeins frá strákniðinum og tónlistaráhuganum hans. Já. Þú ylur hann upp í Hrísey eða þig og svo hér? Já, við erum svolítið á flakki, sko. Hann fæddur þegar við erum í Hrísey, 92. Og svo erum við á Húsavík í 2 ár, þá hann 5 og 6 ára. Og svo höfum við verið á þessu svæði langlengst, sko. Eftir það, en það þarf heilt samfélag til að ala upp börn, þannig að það bara að hafa mótað svolítið af samfélaginu. Svo hér mjög öflugt tónlistarlíf og mikið af fólki sem að spila og syngja og mikið svona tækifæri fyrir krakka að koma fram og gera það sem þau eru að gera. Grunnskólinn hefur til dæmis verið með söngvarakeppni bara í 20 ára, ég veit ekki hvað mikið. Og hann var að byrja að spila undir þar með hóp af strákum á hans reki þegar hann var í 8. bekk fyrst. Áttirðu von á því að Ásgeir Trausti myndi ná svona langt og á svona skömmum tíma? Nei, engan veginn.
og ég held að ég gerir mig heldur ekki grein fyrir því hvað hann er kominn sko, hvert hann er kominn. Hvaða element í honum er það sem hvað er það sem að... Það er sko bara óbilandi trú á því sem hann ætlar sér sko. Ég held að sé það og líka að sko velta sér ekki upp úr áhyggjum eftir mánuð eða hvað er að gerast eitthvað seinna sko. Það er bara einhvern veginn að vera bara algjörlega í núinu. Já, hann getur verið í núinu. Já. Það er frábæri. Og það er ekkert eitthvað í gær og á morgun. En Pálína hefur ótal áhugamál og eitt þeirra er að tína íslenskar jurtir og lita einband og lopa. Hún rekur lítið fyrirtæki sem hún nefnir Náttúran í ull. Lúpínan er mjög skemmtileg og baldursbrá er ofsalega fín, hún gefur alveg skærgulan lit. Og gulmaðurinn er miklu uppáldi hjá mér. Ef maður er með nóg lengi í litunarleginum og þá gefur hún alveg dökkbrúnan. Puntfax. Punturinn af stráin, maður dregur hérna, sem maður gerir svona sem band þegar þetta draga henni. Já. Það tekur svolítið tíma að safna því sko, alveg heilan kassa. Já. Það getur orðið svona mjög fallega grænn litur. Já. En hvaða lit er erfiðast að fá? Það er ekki hægt að fá rauðan úr íslensku jurtum. Nei. En blá? Nei. Þannig að það er þessi jarðarlitir? Það eru bara þessi jarðarlitir sem ég hef, og ég hef ekki verið að nota svo mikið kemísk efni. Fólki finnst þetta mjög fallegi litir sko. Og, já. Og ég hef verið að lita aðalega einband, svolítið léttlopa. Og stundum útbý ég sko, það sem ég er að lita, gerir það fyrst tilbúið og lita það svo. En stundum lita ég bara bandi beint og vinn svo úr bandinu. Já, þú ert að prjóna eða hekla úr því? Já, já, þannig að ég, og svo ég líka keypt hjá prjónastofunni hérna, þar sem þeir hafa verið búin að prjóna úr hvítu og lita hérna, svo búið til teppu og eitthvað svona að lita. Já. Og þetta er vinsælt? Já, þetta er vinsælt, þetta er auðvitað svolítið dýrt, þannig að það er svolítið lengi að vinna þetta. Þannig að hérna, þetta er ekki alveg kannski svona eitthvað sem fólk kaupir í stórum stíl sko. Nei, þetta er listaverk, alveg sérstaklega. Já, litirnir eru þetta svona allt öðruvísi heldur en allir aðri litir sem er fær. Það var gaman að fá að koma og hitta þig og bara gangi vel með það. Já, takk fyrir. Takk.